Í kvöld ætlum við að vera með kynningafund á náminu þín persónulega umbreyting. Já, Eða kvöld seinni partinn klukkan 17:30 já, og það verður ású og við erum náttúrulega bara afskaplega spenntar erum svona rétt að klára að fylgja 5. hópnum í gegnum námið og hlökkum til að taka á móti næsta hóp. Við erum þegar farin að taka á móti umsókn. æ, afsækja mig, það er vesen á Facebook, Já, heldur bara áfram. en við mælum með því að skrá sig sérst á kynningafundin, það er hægt að skrá sig á vefnum okkar og til þess að vera með þá þarf að fá hlekk á Zoom og það er gert með skráningu í gegnum heimasíðuna og fyrir þau sem ekki komast að þá munum við senda út hlekk að fundiloknum á kynningafundin svo að þú færð þann strax og getur hórt í kvöld. Það er hægt að lusta eftir á. Hann verður víða. Já. Þau lofa þitt eftir þetta. Já. En svo náttúrulega bara ef að hjarta kallar á að skoða þetta nám frekar að þá mæli ég með því að fara líka inn á síðun okkar, inn á samfélagsmiðlan okkar og skoða allar umsagnirnar frá þeim sem að hafa verið í náminu. Já. Og inn á YouTube-brásinu okkar líka. Já, ég held að við bíðum ekkert mikið lengur eftir Facebook, við bara verðum að halda áfram. Já. Og svo póstum við það bara á Facebook eftir á upptökunni. En svo er sálafóður næstu viku. Já. Og þá ætlarðu að leiða fólk út í náttúruna. Við ætlum að fara út í náttúruna, já, og kynnast svona að tengjast náttúrunni, bæði orku náttúrunar og að tengja okkur við náttúruverur á staðnum sem við erum búin að velja okkur að vinna á. Við segjum ekki frá staðsetningunni því að það er aðeins þau sem eru skráð sem fá staðsetninguna að senda til sín. Þetta er hérna í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Já, þetta er í svona, hæfilegri fjarlægð, útjæðandri í höfuðborgarsvæðisins. Það á að vera allt í góður. Og við hefum náttúrulega oft leitt fólk í akkurat þetta svona ferðalög og finnst þetta óbúslega gaman. Það er svo gott sérstaklega á þessum tíma, öll náttúran er að vakna og það er svo mikið kraftur í henni og bara yndislegt að tengja við náttúruna og náttúruverur. Og þetta verður bara dásamlega skemmtileg stund. Það er ég 100% viss um. Já, en skráning á sálafóðri fer fram á vefnum okkar. Já. Og við bara hvetjum þið til að vera með. Þá vil ég tökka á að mæta á 5. milli 6 og 8, 15. Já. En í dag ætlum við að tala um ættarlínur. Já. Og við erum einmitt að bjóða upp á námskeið. Ég man ekki hvað þú varst búin að segja, ég er búin að vera með svo hausinn í útsendingu. Nei, ég var ekki að tala um það. En við ætlum að tala um ættarlínur. Já, hvernig heilum við þær. Já. Og hvernig vitum við hvað forfeður okkar hugsuðu og gerðu. Já, sem er stór spurning. Já. Ansi stór. En þú ætlar að bjóða upp á námskeið í akkurat þessu. Já. En það sem við höfum gert og fórum svona að taka eftir náttúrulega í okkar heilunar vinnu var að það er ýmislegt sem að við erum að takast á við, erum að vinna í gegnum sem að okkar forfeður hafa líka tekist á við. Og oft eru þetta bæði mynstur, þetta eru líkamleg einkenni og ýmislegt fleira svona sem að við rekumst á leiðinni. Já. Og þetta er bara eitthvað sem kom rosalega sterkt til okkar á ákveðnum tímapunkti þegar við erum að vinna í gegnum það sem núna er námið þín persónulega umbreyting, að þá rekumst við aftur og aftur að þetta kemur frá þessari ætt, þetta kemur frá hinni ættinni, þetta er eitthvað sem að við sjáum sem mynstur í gegnum fjölskyldun okkar. Yes. Og það sem er áhugavert í þessu er náttúrulega að spurningin undirtitillinn af þessu spjalli er hvernig vitum við hvað forfeður og formæður okkar hugsuðu og gerðu. Náttúrulega í sumum tilvikum er saga skrásett og þá vitum við ýmislegt en við getum samt, það er mjög erfitt að vita eitthvað um innri tilfinningalíf og áföll og svona hvernig þau snertu fólk vegna þess að það var bara rosalega lítið rætt. Já. Á fyrir tímum og hvað þá skrásett. Það var kannski sagt að eitthvað komið fyrir en það var eiginlega aldrei talað um hvaða áhrif það hefði og ég held að það hefði kannski líka verið svolítið þannig að oftar en ekki
voru einhvers konar áföll að sem að fólk sjálfsögðu, glímdi við. bara oft mikið af þeim. Já, og eins og ég segi, við getum vitað ýmislegt og það geta verið svona alls konar sögur og frásagnir sem að við heyrum úr ættar. En svo getum við einnig verið bara þannig ættuð að við vitum rosalega lítið. Við vitum mjög lítið fólki sem er blóðskylt okkur og ég er ein af þeim sem að veit afskaplega lítið annan ættarvogan minn, eða semst ættarlínu mína móður megin vegna þess að mamma var ættleidd og ég hef getað grennslast fyrir ýmislegt sem sagt móður ömmu mína og hennar línu, en pabbi mömmu var bandarískur hermaður. Og það er bara eiginlega ekki nokkuð leið fyrir mig að vita mikið þá fjölskyldu. Ég er mikið búin að grafa. Já. Ég er búin að vera með áskrift á ancestry.com og ég er búin að grafa í gegnum skjöl og reyna að fá einhverja mynd af þessu. En það eru takmarkaðar upplýsingar. Já, og náttúrulega yfir 50 ár síðan hann féll frá. Já, og það eru fáir eftir sem geta í rauninni og muna eftir. Já. Hvernig hlutirnir voru hjá þessari fjölskyldu á þeim tíma sem hann er alveg til dæmis. Þannig að það sem ég gerði var að fara í gegnum það sem ég kalla svona heilun ættarlína, svona ancestral healing, þar sem að ég hreinlega bara þurfti að hitta forfeður mína í andanum, í gegnum athafnir, fá skilaboð frá þeim gegnum leiðsagnarspil og að treysta því sem að var að koma til mín. Ég var að treysta því að sálin mín gæti náði þessa þekkingu ef ég væri leidd áfram á þann hátt sem að þyrfti. Og það var alveg mögnuð vinna og ég komst að hlutum sem að útskýrðu svo ofboðslega margt. Ekki bara í þessar erlendu ætt, heldur líka vegna þess að ég þekki ekki mikið til föðurættarinnar minnar. Heldur og það var svo margt sem að útskýrðist fyrir mér þegar ég fór að skoða skilaboðin sem forfeður og formæður höfðu til mín í gegnum ættarlínurnar. Þá skildi ég skildi sorgir, ég skildi ákveðin munstur í mínu lífi, tilfinningar og ótta sem að var óútskýrður hjá mér. Ég nefnt bara sem dæmi og ég held ég að tala það áður að þegar ég eignaðist dóttur mína að þá var ég svo óbúslega hrædd að missa hana frá mér. Ég var svo hrædd að ég væri ekki nógu góð. Það var stanslaust einhvern veginn í mér að ég væri ekki að gefa henni nóg. Ég væri ekki að gefa henni nóg kærleika, ekki nóg ást, ég væri lokuð, ég væri frosin, og ég skildi ekki hvaðan þetta kæmi því að ég elskaði barnið mitt, alveg skilyrðislaust. Og svo þegar ég fer að skoða að þá mamma er náttúrulega ættleidd og hún er tekin í rauninu af móður sinni þegar hún var bara 1 árs og lendir á vöggustofu þar sem það var náttúrulega ýmislegt í gangi þar sem hún er bara bundin við rúmið og endar svo munaðarlýsingjahæli þar sem og er síðan ættleidd þaðan. Þannig að hún upplifir strax í bara frumbönsku þess að vera tekin í burtu og sá ekki kærleikann. Þessi tengslarof. Þessi tengslarof. Og svo fór ég ennþá lengra aftur. Amma mín, hún eignaðist 5 börn og þurfti að gefa þau öll frá sér vegna óreglu. Þannig að það er við aftur komið endurtekið munstur að hún gat ekki gefið börnunum sínum eða fannst hún ekki þess burði að geta það og missir öll börnin sín frá sér. Svo bakkaði ég ennþá lengra. Langamma mín, hún lendir í því þegar hún er bara ung kona með fullt hús af börnum og yngsta barni 1 árs að maðurinn hennar deyr. Og við það, þá missir hún sem sagt getur ekki séð fyrir börnunum sín lengur, er bara bóndakona ein og maðurinn farinn. Þannig að heimilið splundrast, hún missir öll börnin frá sér nema yngsta sem er þá amma. Þannig að þetta munstur er endurtekið. Þessi missir, þessi tengslarof, þessi sorg, þá skildi ég hvaðan þessar tilfinningar komu og gat unni með þar og heila þar. Og þegar ég heila mig, þá heila ég ættarlínuna aftur á bak líka. Því þá get ég tekist í hendur við formæður mínar, hjálp þeim að heila og komast yfir sín sár í lífinu. Og fram á við líka. Og fram á við, akkurat. Gleymum því. Leysa hvern vogan í ættinni svolítið undir álögum, þannig að dóttir mín þurfi ekki að upplifa sömu hluti og svo framvegis. Það er svo mikilvægt fyrir okkur þess vegna að huga að því
að hvernig það sem við erum að gera getur síðan hjálpa þeim sem á eftir okkur koma líka. Og það er mikilvægt að horfa aftur þegar við erum í þessu heilunarferli og ef að við erum líka að einmitt að takast á við endurtekin mynstur, endurteknar tilfinningar, upplifanir og annað sem að við kannski getum ekkert endilega tengt við atburði í þessu lífi, þetta getur þetta komið frá einhverjum öðrum fyrir lífum, en oft er þetta líka mynstur sem fylgja okkar fjölskyldum. Og til dæmis eitt sem ég skoðaði þegar ég fór að skoða mínar ættir og hef nú oftar en einu sinni farið í gegnum þetta hafa peningaáhyggjur, að frá báðum öfum og ömmum kemur að missa allt í rauninni frá sér eða missa svona þessar undirstöður sem við höfum í lífinu út af því einhver fellur frá, það verður fjárhagstjón, það þarf að fara, yfirgefa staði. Þetta var eitthvað sem kemur úr öllum áttum hjá mér og ákveðið svona óöryggi sem fylgir því eins og bara að eiga fasta búsetu til lengri tíma á sama stað og ákveðin munstur sem ég fór að horfa á bæði hjá mér og öðrum í kringum mig og fór aftur að vinna þetta og þar einmitt hitti ég mína formæður og fleiri ættmenni og búin að vinna svolítið að vinna með þetta sem er alveg gríðarlega mikilvægt til þess að finna þetta öryggi sem að þegar að fólk hefur mist fótana eins og missir á börnum í tilfelli hjá þínum formæðurum, þetta missa þetta öryggi, heimili og annað hjá mínum og svo náttúrulega líka eftir eins og ég hef verið að skoða allur þessir missir á börnum, hvort sem það eru þau látist eða missa þau frá sér. Þetta eru rosalega stór sár sem að sitja hjá allflestum, myndi ég segja. Og svo kannski er hægt að skilja hluti eins og fíknisjúkdóma betur með því að bakka og skoða ættarlínurnar því að þeim liggja oft einhvers konar áföll og bara vanlíðan yfirleitt, og vanlíðan sem við komum með inn í lífið, hvort sem er vegna áfalla sem við sjálf lentum í eða einhverjir sem á undan okkur eru gengnir. Og það er náttúrulega oft sem að maður heyrir að fólk skilur ekkert af hverju viðkomandi manneskja sé að glíma við einhvers konar fíkn vegna þess að við lifa svo góðu lífi og það er bara ekkert fyrir og það getur bara vel verið, en þá getur verið að áfalli komi einmitt aftur. Það liggi aftar í ættarlínunni og það þarf þá að heila og vinna með þá þar. Og það er búið að sýna fram á þetta. Við tökum áföllin með okkur 7 kynslóðir og ef við erum að takast á við áföll sem að fara ekki bara til foreldra og af og ömmu og langa með heldur lengra aftur, þá getur þetta verið alveg helling samansafna hlutum sem birtast svona í okkur lífi í dag. Já. Og ég fékk svo mikinn áhuga á þessu þegar ég fór að vinna þetta að ég skellti mér í nám og lærði að beita þessari aðferð við að vinna með fólk og bæði einstaklinga og hópa og eftir því sem ég kafa dýpra verður þetta einhvern veginn bara meira og meira spennandi. Já. Og þetta byggir á þeirri hugmyndafræði að við séum öll tengd við þessa alheimsvitund. Við erum öll tengd sama hvenar í tíma við höfum gengið. Tengist við öll, við getum alltaf fengið upplýsingar hjá hvoru öðru. Ég spurði verurnar sérstaklega vegna þess að það er mikið ættleiðingar í minni ætt, hvort að ég gæti verið að vinna úr einhvers konar áföllum og munstru sem kæmi úr ættunum sem hefðu ættleitt. Eins og mamma var ættleitt, ég er ættleitt í aðra ættina. Og afi minn sem ættleiddi mömmu, hann var líka fóstraður, þannig að þetta er allt mjög flókið. Og þau sögðu já, að við lendum inn í ákveðnum fjölskyldum af ákveðinni ástæðu. Þá höfum við tækifæri, ef við viljum, til þess að hjálpa þessari fjölskyldu að leysa upp sín mynstur og heila sínar ættarlínur. Það er eitthvað sem ég á eftir. Ég er að vinna í blóðtengdu böndunum en ég hlakka mjög mikið til að kafa ofan í einmitt þetta og sjá hvað kemur upp því að ég sé strax svona þegar ég fyrir að spá speglera bara svona á yfirborðinu þá get ég alveg sé ákveðna hluti sem að eru að hafa áhrif. Þannig erum við náttúrulega bæði
gerum samninga að leysa úr ákveðnu fyrir þessar ræktir sem við erum búin að ákveða að fara inn í Já. og svo líka þessi mynstur sem við tökum upp bara í lífinu út af þeirra fyrri mynstrum. Algjörlega. Þannig að þetta er mjög áhugavert að skoða og bara að horfa á okkur sjálf svona heiðarlega og sjá, þú veist, af hverju erum við eins og við erum? Jú, við erum alltaf þaðan sem við komum, það hefur mikil áhrif. En það er svo margt sem við getum leyst upp og margt sem við getum heilað og unnið í gegnum. Já. Og bara svona hlutir eins og skömm og annað sem hafa kannski fyllt að hefur eitthvað komið fyrir og þú viðkomandi aðili var útskúfaður út af einhverju og það fylgir skömm og sem sagt pláss viðkomandi aðila í ættarlínunni hefur aldrei verið viðurkennt vegna þess að þessari sáli bara ýtt í burtu. Að partur af því að heila ættarlínunni okkar er líka það að viðurkenna við höfum öll okkar stund og stað og við höfum öll tilgang. Við komum öll hingað til þess að vinna ákveðin verkefni og kenna öðrum og læra af öðrum í leiðinni. Það ekki. En þú ætlar að bjóða upp á það námskeið í fyrsta skipti á Já. Akureyri núna 23. til 5. maí. Upplýsingar á vefnum okkar. Heimasíðunni og það er líka hægt að finna upplýsingar um námskeið á samfélagsmiðlunum okkar og ég hlakka bara gífurlega mikið til að leiða fyrsta hópinn í gegnum svona, við getum náttúrulega ekki gert allt á einni helgi en við munum, já, þetta er stórt efni en við munum svo sannarlega gera okkur besta til þess að leiða inn í það að fólk geti þá allavega haldið áfram sinni vinnu, hvort sem að það verður þá með stuðningi eða á einvegum. Og svo ætlum við að bjóða upp á þetta námskeið aftur hér á höfuðborgarsvæðinu í lok ágúst og munum auglýsa það síðar. Já, en þú notar alls konar aðferðir til stjórnleyslu og spil og fleira. Leysagnaspil, hugleiðslu, við búum til ættartréð okkar í höndunum sem að við teiknum það upp, það er mjög mikilvægt til dæmis í þessum fræðum að við höfum það myndrænt fyrir framan okkur og þannig að þetta er svona bland af sköpun, hugleiðslum, trommuferðalögum og svo bara tilfinningavinnu, heilun, alls konar uppgötunum og svo náttúrulega það bara að vera saman og læra af hverju öðru líka, það er alveg ótrúlega magnað að hafa stuðningina því. Þetta er mjög spennandi. Já, ég hlakka alltaf mjög mikið. Já. En kynningafundur í kvöld. Svo er enn hægt að slást í hópinn á Englareiki 3 og 4 í lok maí, 29. til 31. Það er komin góður hópur en hægt að slást í þann góða hóp. Og já, sáluför næstu viku, ekki gleyma því þar sem við förum út í náttúruna. Já, hlakka til að sjá okkur þar og hægt að bóka það í gegnum heimsinn. Takk hérlega.